Sæl. Við erum búin að tala heilmikið ýmislegt í kringum markhópagreininguna. Mér langar að spyrja þig núna, hversu vel þekkirðu samkeppnina þína? Fylgistu markvisst og skipulega með samkeppninni? Veistu hvað þeir eru að gera og hvert stefna og hvernig þeir eru að reyna að staðsetja sig á markaðnum? Hefurðu skoðað hvernig þeir markaðssetja sig og hvað skilaboð þeir eru að senda út? Það mjög mikilvægt bæði að greina samkeppnina og síðan að halda áfram að fylgjast með henni. Það þýðir ekki það að við þurfum alltaf að fylgja þeim eða elta þá eða bregðast við öllu sem þeir gera. Það ekki málið. En hérna eru nokkrar virkilega stórar, sterkar ástæður fyrir því að við þurfum að vera meðvituð samkeppnina. Fyrsta lagi, þegar þú ert spurður af hverju á ég að skipta við þig frekar en samkeppnisaðilann, þá verður að hafa svörin reiðum höndum. Og bara segja ykkur núna, ekki segja að því við erum með betri þjónustu eða að því að það svo góð gæði hjá okkur. Þetta eru allt of huglægir hlutir. Hvað góð þjónusta? Ég skilgreini góða þjónustu kannski á allt annan hátt heldur en þú. Það eru misjafnir hlutir í þjónustunum sem skipta misjafnt fólk, eða ólíkt fólk máli. Þannig að þessi hugtök með góða þjónustu og gæði, þau geta aldrei verið það sem aðgreinir þig frá samkeppni. Jú, auðvitað áttu náttúrulega að stefna því að vera með bestu þjónustuna og vera þekktur fyrir það. En það voðalega erfitt að ætla að keppa á þeim grundvelli. Og auðvitað áttu að stefna því að bjóða gæða vöru eða gæða þjónustu og allt það. En það getur aldrei verið þessi aðgreining frá samkeppninni sem að virkilega fungerar. Af því svo J. Conrad Levinson, sem faðir þessum skærulega markaðssetningar, og ég á pott eftir að segja eitthvað meira frá síðar, segir að þetta ekki spurning að vera betri heldur en samkeppnisaðilinn, þetta spurning að vera öðruvísi. Þannig að þegar þú ert spurður af hverju á ég að skipta við þig frekar heldur en samkeppnisaðilann, þá verður að geta sagt hvernig þú ert öðruvísi og af hverju það skiptir máli og af hverju það ástæðan fyrir því að á að skipta við þig. Þetta alveg stóra atriði. Þetta tengt þessu með aðgreiningu á markaði, hvernig þú aðgreinir þig á markaðinu. Og við þurfum öll að aðgreina okkur á markaði og ég ætla að tala meira það seinna í blogginu og í seinni vídeóum. En ef við vitum ekki hvernig samkeppnin hvernig getum við þá tekið ákvörðun það hvernig við ætlum að vera öðruvísi en samkeppnin? Við ætlum hljótum að þurfa að vita þá hvernig þau eru, hvað þau eru að gera, til þess að við getum sagt, ok, ég ætla að vera öðruvísi að þessu leyti. Þannig að það önnur ástæða. Ein mjög góð ástæða líka það að með því að fylgjast með samkeppninni, og aftur markvisst og skipulega, að þá getur lært svo rosalega mikið. Þú getur bæði lært af því sem að samkeppnin að gera vel, og þá tekið það til þín og nýtt það á einhvern hátt. Þú getur líka séð hvað þau eru að gera illa. Og þar getur þú bæði bara lært almennt af því hvað þau eru að gera illa og ekki gert þau sem mistök. Og þú getur líka strategist nýtt það í þinni markaðssetningu. Það geta verið ákveðin tækifæri til að ná forskoti á hana samkeppnisaðila. Bottom line-ið, svo maður sleppir nú aðeins, þegar allt kemur til alls, þá þarft að fylgjast með samkeppninni einfaldlega vegna þess að þú vilt ekki að þeir læðist upp að þér, taki fram úr þér og verði til þess að endanum þú þurfi bara að loka sjoppunni. Game over. Og það getur alveg gerst. En skulum ekki panika og hugsa svona. Þú veist, það getur gerst en jú, það eru stórar ástæður aðrar. Það þetta með það að geta svara því af hverju á skipta við þig frekar en þá, að aðgreina þig frá þeim og að læra bæði því sem þið gera vel og það sem þið gera illa. Endilega skoðaðu samkeppnina þína vel og við tölum aðeins meira hana í næstu viku. Sjáumst þá. En það eru nokkur svona grundvallar atriði í sambandi við samkeppnina sem við þurfum að, gleymum þessu. Í fyrsta lagi þá verður alltaf að geta spurt af hverju,